Hæ og velkomin í þátt 4 af Blake Flögg podcast og topic dagsins eitthvað sem að þið völduð á Instagram. Ég set yfirleitt poll og það bara svona að flytja heiman og verða eldri og bara svona the struggles, I guess, af því að mér datt í hug að hafa þetta sem topic af því að þetta alveg eitthvað feitt sem ég farið í gegnum right now. Það alveg hrikalegt hvað lífið setur stundum allt bara í hrúgu í einu. En ok, ég ætla að gefa smá live update áður og by the way, ef að ykkur að horfa þá ég í herberginu mínu. Ég ætla að fara út í bíl en ég nenni því bara ekki. Þannig að það bara herbergið í dag og þetta eitthvað svona cutesy lighting. Og ég ætla að gera smá live update áður en áður við förum í topic dagsins. Ég var að koma heim frá Boston daginn og það var ógeðslega gaman í Boston og ef þið eru ekki búin að checka my TikTok videos, go do that right now. Ég loksins að ná að edita þau þannig að það verða mjög mörg, ekkert mjög mörg, jú, þau eru svolítið mörg nefnilega. Svona TikTok-vídeó úr frá Bandaríkjunum, svona skemmtilega ferðavlogs og eitthvað. Og síðan ég bara búið að vera svolítið chaotic seinustu daga. Ég bara einhvern veginn ekki búin að hafa neitt tíma í að bara relaxa frá því ég kom frá Bandaríkjunum. Ég lendi Ok, og ég ætla að segja söguna. Hún samt ekki skemmtileg. Ég lendi klukkan eitthvað 5 morgun í seinustu viku á þriðjudegi, eða mánudegi, manna ekki alveg. Og það var einn vinur minn búinn að biðja mig að vera í vídeó hjá honum. Þau var að gera vídeó fyrir veitingastað. Þannig að ég var bara já, ég til ég, mér alveg sama, ég næ ekki að sofa. Þannig að ég fer heim eitthvað, ég næ að sofa í 2 tíma eða eitthvað og fer síðan á stað. En ég rekst í bíl þegar ég var að leggja og ég var eiginlega bara að skýta á mig út af því að ég hef aldrei lent í neinu tjóni eða neitt. Og til þess að segja svona í minnsta lagi, svona sum it up, þá bara misti ég vitið. Þetta var hrikalegt, þetta var mjög lítið, þetta var bara rispa. Ekkert alveglegt, skilurðu, en ég bara hef aldrei keyrt utan í eitthvað eða whatever, þannig að þetta var bara, ég var bara, ok, ég veit ekki hvernig ég var að lýsa, sko, ég var bara, my life was over at the moment, sko. Fer síðan inn og tek upp eitthvað vídeo fyrir mexíkanskan veitingastað að borða geðveitt spicy ass mat, en samt ég bara í hausnum að bara, ég keyrði á bílinn, skilurðu, ég vissi ekkert, ég var bara svo eitthvað áravit af því ég var búin að keyra á og ég var ekkert búin að borða ógeðslega lengi, þannig að ég fann bara fyrir öllu matnum en þá í maganum mínum svona 3 tímum seinna eitthvað og ok, við þurfum bara ekki að tala meira þetta. Þetta var hrikalegu dagur og síðan deginum eftir það var ég á 12 tíma vakt frá 12 til 12 það var miðnættudrottnun í Smáralindinni, þannig ég var bara ekkert búin að vera að setta upp, þú veist, bara heima, það var allt í rústi og eitthvað og ég átti eftir að ganga frá fötunum mínum og öllu dótinu og síðan bara deginum eftir fer ég að vinna aftur, ég að opna deginum eftir og kem síðan heim og þar bara, þú veist, verði ég bara eitthvað klassa, skilur, ég held að ég bara liggi upp í rúmi og ég gerði það alveg, ég var bara að jafna mig eftir að koma heim frá Bandaríkjunum að keyra á og vinna í 12 tíma og bara, þú veist, það var allt að gerast saman tíma og ég var ekki ná að edita nein vídeo og ég var búin að missa nokkur post á my daily poster og þetta var bara eitthvað allt í ykkur rugli og ég eiginlega bara ennþá að ná mér in the right headspace. Ég ekkert búin að fara í ræktina í svona 3 vikur, þú veist, hvað í gangi? Ég enda núna að fara í barri hjá Andru og síðan ég búin að vera ógeðslega léleg eitthvað fara til hennar, hún var með í seinustu viku, hann byrjaði í júní námskeið og ég fór bara ekki á eina einustu æfingu og ég bara ekkert búin að fara til hennar heldur í 3 vikur, þannig að mér líður alveg hrikalega og síðan ég bara búin að vera, ég glemdi bara að ég átti að senda svo mörg e-mail og senda svarskilaboðum og senda vídeo og ég gerði ekkert og bara að því að þetta var einhvern veginn allt
bara lífið var alveg erfitt í seinustu viku, sko. En já, ég alveg búin að ná mér eftir það, en samt ekkert svona alveg búin að ná mér og það svo rugglingslegt að vera með, þú veist, dótið sitt á 3 stöðum. Ég ennþá með dót á Höfn, skilurðu, ég ennþá með dót í Hafnarfirði og núna í Vesturbænum. Þetta bara allt svona í einu að gerast. En ég allavega bara, þessi vika, ég búin að vera resetting myself fyrir þessa viku. Ég að fara bara hjá Andreu eftir þetta podcast app og loksins hreyfa mig, en síðan byrja ég á túr í þessari viku og þá vitið þið að lífið ömulegt, það ómögulegt, en ég þarf bara, ég ætla ekki að hugsa þannig. Ég ætla bara life reset, bara clear my head og lock the fuck in fyrir lífið, sko, because það komið sumar, síðan komin júní. Það klikkað að það komið júní. Ok, ég held að þetta sé nógu mikið life catch-up, ég góð, þetta þú veist, jú, þetta var hrikaleg vika. Þess vegna kom heldur ekki episode í seinustu viku af því að ég bara gata ekki, skilurðu. En ég ætla að redeem myself og gera this week's podcast episode. Ok, nóg að þessu. Förum í topic dagsins sem að bara að verða eldri, að flytja heiman og bara allt sem að tengist þessu. Ég bjó með mömmu minni bara frá að ég var krakki, frá að ég fæddist og alveg til að ég var 18, bara, ok, fyrir 18, ég flutti basically áður en ég var 18. Og ég bjó alltaf á Höfn í Hafnarfirði og það var gott að búa þar. Auðvitað var gott að búa hana sem bara krakki, en þegar maður verður síðan unglingur þá verða hlutinir aðeins öðruvísi og það var einhvern veginn ekkert það mikið hægt að gera, sérstaklega á þessum aldri, svona frá 15 til 18 einhvern veginn ekki mikið, þá leiðilegt að hlaupa í hólunum og leika sem Playmo, skilurðu, þannig að það var rosalega takmarka sem maður gat gert, en nevertheless, ég átti bara mjög góða barnæsku þar og ég myndi alveg upp þar af því það einhvern veginn bara no worries í heiminum að búa bara út í raskati, eða þú veist, í litlum bæ allavega. Og já, áður en ég var 18, svona 2 viku fyrir eða eitthvað, þá flyt ég basically og ég flyt heim til foreldra kærastan minns, þú veist, heima bara hjá kærastan mínum. Þar erum við að deila herberginu hans sem by the way, sko, bara það minnsta herbergi, þú veist, allavega í húsinu, í íbúðinni, en það gekk alveg vel. Ég tók náttúrulega ekki allt draslið mitt, ég svo mikið hoarder og high maintenance gælla að ég með svo mikið drasl út allt og maður þarf allavega ef þeir eru like me, take notes, vonandi, bara do it with me, að reyna að, þú veist, ganga, eða þú veist, bara ekki vera með svona mikið drasl. Maður þarf ekki öll þessi nýjustu föt, maður þarf ekki allt nýjasta makið og whatever, þú veist, jú, ég nefnilega high maintenance gælla, af því að ég nota svo mikið eins og skincare og eitthvað og make-up rútinu mín og eitthvað what not, skilur, og síðan núna ég með eitthvað gym high sem ég þarf að lock in aftur af því að ég hef aldrei átt jafn mikið íþróttafötum í lífinu mínu og ég keipti mig bara endalaust af íþróttafötum af því að, þú veist, ég átti alveg engin íþróttaföt þegar ég fluttingað og ég bara búin að kaupa af því að, þú veist, maður fer alveg hratt í gegnum íþróttaföt og þú maður ekki sitt í þvott á hverjum degi og eitthvað, skilur, og ef maður fari í ræktina á hverjum degi þá þarf maður alveg mikið að fötum. En síðan ég bara ekkert búin að fara í ræktina í 3 vikur og þá set ég þessi föt inni og samnar ekki, sem alveg hrikalegt, þannig að maður þarf ekki allt þetta dót, sko. Og ég flutti og tók ekki allt draslið mitt, þannig að þá svolítið mikið að dóti ennþá á Höfn, bara ennþá, og við fluttum, já, bara heim til foreldrans, þannig að það var ekkert það mikil breyting, skilur, ég var líka oft búin að vera heimsækja hann og eitthvað, ég þekki mammans bara, we're besties, hún literally mamma mín líka, sko, þannig að það var ekkert það mikil breyting af því að við erum með fullorðnum ennþá, skilur, hún var að elda fyrir okkur, maður þarf ekki að þrífa allt sjálfur og what not, skilur, en það var alveg stórt stökk að flytja frá Höfn til Reykjavíkur. Það var alveg stökk, en það var mjög jákvætt stökk, allavega fyrir mig, my personal experience bara
minnst það æði að vera flutt úr litlu bæ, þú veist, þetta eins og ég sagði áðan, ekkert á móti bænum eða neitt, en það er bara svo takmarkað sem maður getur gert þegar maður er komin á þennan aldur og bara best decision of my life eins og er að flytja til Reykjavíkur af því að bara ég elska hérna ógeðslega mikið af nýju fólki, ég bara svona discoveraði hver ég er í raun af því að ég var búin að móta eitthvað persónuleika sem ég var ekki á Höfn. Þú veist, ég er alls ekki feimin, en ég myndi alltaf bara segja það minnsta sem ég gat og bara ekki leyfa fólk að kynnast mér á því svo hræddum að þau myndu judgea mig. Maður er svo lokaður og eitthvað, allan er ég. Og síðan þegar maður er komin í þetta stóra umhverfi í Reykjavík, búin að kynnast fullt af nýju fólki og það eru ekki allir bara að judgea, að vita allt um þig og what not, skilurðu. Þú veist, maður er ekki ennþá með fólkinu sem maður var með í leikskóla. Literally straight out of the womb með sama fólki. Þannig að það var bara frábært að kynnast nýju fólki og love all of you, alla sem ég er búin að kynnast hérna í bænum frá því flutti. Bara frábært fólk hérna, sko. Og þú veist, fekk mér nýja vinnu og það gengur allt ótrúlega vel. Ég hef líka bara búin að manifesta þessa vinnu, sko. Ég hef búin að vera að segja í TikTok-vídeó um eitthvað, ég ætla að flytja fá girly vinnu og bla 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 og ég fekk bara chill dagvinnu, girly vinnu eins og ég var búin að tala um að mér langaði í TikTok-vídeóum og það er another thing, manifestation, af því að it works og en núna tók ég og kærasti minn smá stökk, við fluttum ein basically, pabbi hans var að flytja til Spánar þannig að, og við máttum fá íbúðin hans. Þannig að við búum núna ein og erum að gera allt ein og whatever. Og það er alveg svolítið stökk en líka bara mjög jákvætt. Það er mjög næs á honum að leyfa okkur bara að byrja að búa skiluru og þá getum við líka, þú veist, það er öðruvísi að vera með kærasta sem að long distance eða búa í sama bæ eða búa saman heima í foreldrum en að búa bara tvö saman, maður þarf að relya á hvort annað og það hefur gengið bara vel so far, Bjartur, neitjók og hérna en það er alveg mjög mikið stökk í gær, það fann ég bara að mér langaði eftir að fara heim skiluru til allara mömmu minnar eða mömmu hans eða eitthvað því ég bara orðið eins og þreytt á að þau eru alltaf að þrífa allt, þau eru alltaf að elda allt, þau eru að bara gera allt sjálf af því að ég Bjartur hlustar ekkert á podcasti mín en ég geri meira heldur en hann eða þú veist, hann eldar ótrúlega mikið sem að I love en þú veist, ég er meira í því að þrífa út af því að ég held að ég sjáu bara meira eitthvað, ég er mjög mikið clean freak og ég er alltaf bara það þarf að þrífa þetta, það þarf að þrífa þetta og bla 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 hann myndi aldrei taka eftir því það sama og ég þannig að mér líður eins og ég myndi stundum gera meira heldur en hann en það er ekki svo skilur og síðan er ég ekki eins og búin að vera að þrífa það mikið en þú veist, þegar maður er bara komin í svona umhverfi og þarf að fara að gera sitt sjálfur þá bara það er ekkert að bara hlaupa frá vandamálum sínum og fara bara aftur heim til mömmu þú veist, jú, það er hægt en like, come on, you're a grown up núna skilur þannig að já, ég er bara að fara að þrífa sjálf og þrífa og elda og whatever en þessi reynsla hefur allan verið jákvæð fyrir mig að prófa að flytja og bara, þú veist, maður er bara eitthvað svo, það er svo skrítið, þetta er ótrúlega ég er að fá svona imposter syndrome af því mér líður eins og ég sé ennþá bara eitthvað 9 ára að leika mér með Barbie-dúkkuna mínar og að horfa á YouTube-vídeó þú veist, what the hell, af hvað meinar ég er hún 18 ára og ég er flutt ein this is crazy, þú veist this is actually crazy, what is going on en þetta er alltaf jákvætt fyrir mig það væri kannski öðru í sig, ég væri með kannski meira til að segja ef það væri bara eitthvað crazy búið að gerast og eitthvað en ok, við langar að tala um bíla ég ætla, út af því ég er búin að vera að hafa hrikaleg bílavandamál það er líka mjög mikið step frá því að þú veist, að grow up er að eiga sín eigin bíl og ef að þú býrð út á landi og getur labbað
í bænum þínum. Ekki kaupa þér bíl, oh my god, nei, ekki gera. Ok, sko, ég allar bara að tala frá minni reynslu. Ég keypti mér bíl í fyrra, bara meira en ár síðan ég keypti bílinn minn og þá bjó ég ennþá á Höfn. En ég keypti mér einn eiginlega bara af því að þú veist, Bjartur var að koma aftur frá Bandaríkjunum, kærasti minn, og hann býr hér í Reykjavík, skilur, og ég bý á Höfn, þannig að þá gæti ég alveg keyrt á milli sjálf bara. Og líka ég fekk bara þetta var óslega góður díll. Þetta var bara ekki hægt að pass up, skilur, ég keypti hann 2 dögum eftir að hann var settur á sölu bílinn minna því að þetta var bara hrikalega gott díl og eitthvað. Ég er búin að nýbyrja að skoða á bíla. En ef að þú ert bara heima í heimabænum þínum, ekki þar sem þú getur labbað allt og ert bara mér langar sem ekki bíl, eitthvað blablabla. Ekki gera það, allavega ekki ef þú ert bara einhver chill girly, ert ekkert stressað á lífinu og ert heldur kannski ekki það financially there, skiluru. Af því að ef að ég myndi búa Höfn, ég held að ég væri búin að selja bílinn minn. Svo no cap. Ég er svo þreytt á öllu bílaveseninu sem er búið að fylgja bílnum mínu bara næstu í heilt ár. Ok, mér svona 10 mánuðir. Fyrstu 10 mánuðina, það gerst ekkert við bílinn minn. Það var einu sinni sem ég keyrði yfir öxi og bílinn minn diskur, svona varnardiskur í dekkinu, það brotnaði og ég ætla að taka það. En tell me why, bara frá því febrúar er bara alltaf búið að vera eitthvað af bílnum mínum. Speglarnir voru detta af, bremsuklossanir voru eitthvað fucked. Þessi varnardiskur brotnaði aftur og síðan náttúrulega líka bara það olíuskiptin, skoðun og dekkjaskipti. Ég vildi ég hefði ekki fengið með bíl. Eða þú veist, maður getur ekki verið í bænum án þess að vera með bíl. Það er svo hrikalegt svona samgöngin þú veist, það er ekki hægt að bara taka strætó og ég geta ekki. Ég gata það, þú veist, ég gerði það eins og mér finnst það bara hrikalegt og maður þyrfti bara að skipuleggja daginn sinn bara allt öðru í sig. Og hann og síðan alltaf keyrði ég líka á, ég glemdi að menna það í þessu, þar sem ég var að telja upp, en ég myndi bara ef ég myndi vinna bara við hliðina á eitthvað starf ef ég ætti permanent vinnu bara í svona ganga, hvað segir maður eftir, bara svona walking distance. Sorry, ég held ég verið búin að selja bílinn minn, sko. Út af því ég kann ekkert á bíla, allt í hennu, síðan var miklaði bílinu mínum líka, þú veist, ég glemdi að telja þetta allt upp, sko. Það er bara alltaf eitthvað að. Og það er svo mikill peningur farið inn í þetta, í bíl. Are you kidding? Nei, ég ætla að eyða peninginu mínum í snyrtivörur og eitthvað. Og föt, eða bara útlandaferðir eða what not, skiluru. Sorry, ég er alveg með hatred fyrir bíla. Ég keyri bara bíla. En allt hitt sem að kemur með, ég get ekki, sko. Og síðan alltaf bara eru bílaverkstæðinina bara svindla á manni og eitthvað svona. Af því að maður er bara í öllu bleiku með bleikastýri sitt og veit ekki raskat hvað þau gerðu þegar ég baði olíuskipti en þau skiptu á einhverju allt öðru. Ok, þið skiljið þetta sem ég er að segja. Þetta er óslega persónulegu þáttur eitthvað. Ég bara að jeppa alla slæma parta lífs míns right now, sko. En þetta er bara að kemur með því að grow up og eitthvað og líka bara, þú veist, eins og að bóka læknistíma, vita hvað lyf maður á að kaupa sér, hvernig á maður að fara inn á Ísland.is og bóka bla bla eitthvað og þetta er bara, það er svolítið mikið sem að fylgir því að vera eldri. En, þú veist, ég væri ekki til í að læra þetta allt og vera bara, þú veist, ég skil ekki hvernig mamma mín veit allt, skilur. Alltaf því ég spyr með mig bara hvað ég gera núna, hún veit þetta allt. Þú veist, og skattframtalið og ef það er einhver vinnuvandamál og þá þarf maður einhvern veginn alltaf bara að hugsa sjálfur. Og það hefur búið að vera svolítið erfitt. Það er búið að vera svolítið
bara svona stress og mikið að svona shiti sem ég þarf hjálp með af því ég veit ekki neitt. Það er búið að vera svo humbling að flytja ein og það er búið að gera svolítið mikið og ég veit ekkert hvað að gera. Og því það, ég er allavega persónulega, finnst mér ótrúlega pirrandi að þurfa að rely á aðra. En þú veist, auðvitað þarf maður stundum hjálp með eitthvað, en þú veist, þetta er stundum bara, þetta er bara partur af því. We're all growing up together og líka vonandi er eitthvað að hlusta sem er bara eitthvað, ok, gott að ég er ekki ein í þessu, af því að ég er alltaf að sjá síðan líka svona á TikTokinu mínu, allir eitthvað út í útlöndum right now og allir bara eitthvað living their best life, eitthvað, oh yeah, I went there, ég er með þessa tösku, ég er bla bla, þú veist, living their best life og ég er out here bara eitthvað búin að vera að struggla 2025. Þetta ári er örugglega búið að vera skemmtilegasta ári yet, af því það er bara svo mikið breyting og skilurðu, en það er búið að vera ógeðslega mikið líka svona shots fired at me, skilurðu. Ég er búin að þurfa að læra svo mikið, ég er búin að þroskast bæði bara svona persónuleiki minn og síðan bara allt knowledgeið, ég er ekki svo í skóla, sko, allt knowledgeið sem ég er búin að þurfa að höndla, skilur, og díla við og auðvitað ekki allt ein af því að ég veit ekki hvort ég gæti hafa höndlað allt þetta ein. Spáði fólk sem er með foreldra og ekki með tengdaforeldra og ekki með kærasta og ekki með vini og þau lenda í svona hlutum og ég er ógeðslega svona sad fyrir fólki og ég er eitthvað vælandi þótt að ég hafi það svo gott. Anyways, ok, já, ég byrjaði að tala um skóla. Talandi um það að vera ekki í skóla, ég get ekki líka ímynda mér fólkið að krakkarnir sem eru í framhaldsskóla og foreldrar þeirra eru ekki með, skilur, ef að eins og bekkjarfélagi mínu fóru til Akureyrar eða til Reykjavíkur og foreldrar þeirra eru ennþá á Höfn. Hvernig, how are y'all doing school, sko, mamma mín hjálpaði mér svo mikið. And anyways, háskóli. Ef að ykkur er að klára menntaskóla og þú segir, já, hvað háskóla ætlar ég? Ætlar ekki háskóla? Ég vona að þú dettur út úr glugga. Að þetta er svo pirrandi, hvað meinaru? Ég fæddist, drullaðist í fucking, hvað heitir þetta? Leikskóla, grunnskóla og síðan menntaskóla. Ég er búin að lifa á þessari jörði 18 ár og ég er bara búin að vera í skóla allan tíman. Nei, ég ætla að taka chill pill, sko, að ég veit ekki raskat hvað ég ætla að gera með lífið mitt. Ég er chilling, sko. Ég er ekki spá í háskóla alveg strax. En auðvitað er þetta alltaf spurningin, já, ertu ekki í háskóla? Alltaf ekki fyrir háskóla. En maður það bara, ef eitthvað eins og ég hlustandi á þetta, þú þarft ekkert að vera í háskóla, sérstaklega líka ef þú veist ekkert hvað þú ætlar að læra, þú veist ekki eyða einhverjum árum eitthvað að læra eitthvað sem þú vildir ekki, það varst bara svona forced to do. Og bara live your best life, skilurðu, fluttu frá Íslandi, fluttu frá heimabænuðinum, farðu í vinnu sem þú myndir aldrei, þú veist, halda og myndir fara í. Just live this life, girl, af því að kannski deyrðu á morgun og spáðu myndi deyja meðan þú ert í háskóla og vildir ekki fara í háskóla og vildir frekar fara í einhverja heimsreisu eða eitthvað. Now I'm getting into your head, I know that. Ok, ég þarf eiginlega að flýta mér í barri, en þetta er búið að vera æðislegt spjall, þetta er svolítið stutt í þáttur, en vonandi er þetta bara, þetta er meira líka bara svona live update, svona filler episode, ég skal fara í þetta nánar og gera meira research og kannski gefa ykkur meira advice heldur en bara að væla. Þetta er svolítið vælu episode, en þetta var allt í dag. Farðu í krefjandi vinnuna, þarft ekki að vera í háskóla, farðu í heimsreisuna, fluttu frá litla bænum og bara live life af því að it's not that serious. Hvað meinaru að bíllinn minn er með myglu? It's not that serious, ég lagði það bara sinna. Ég sé hann bara sinna eða eitthvað. Ok, takk fyrir að hlusta my besties og vonandi eigið þið yndislegan dag og líf. Takk fyrir að hlusta, bye!